Það kom hérna hjálpakall frá saumaklúbbi sem var hann leiður á dísættu Marens og honum langaði eitthvað svona smá fjölbreytni í þetta, svo við verðum að kalla til landsliðsbakarann, hann Örvar, og hann með eitthvað köku sem inniheldur þá meiri svona ávaxtasykur, eða? Já, við ætlum að nota hunang í staðinn fyrir hvítan sykur, þetta akasíu hunang, og síðan ætlum við að nota spelt í staðinn fyrir hveiti. Þannig að þetta verður svona hálfgerð hollustu kaka fyrir saumaklúbbinn. Já, hann má leyfa sér aðeins svona smá, þetta er svona náttúrulegri sykur en þessi hvíti og... Já, nákvæmlega. Heyrðu, ok, vindum í þetta. Þú ætlar að láta með ykkur verkefni að skera niður eitthvað að þurrkað ávexti. Þú ert hérna með hvað, með döðlur? Döðlur og fíkjur og epli og banana. Og þú ætlar bara að fara að skera það. Og meðan ætla ég að búa til botnin í þetta. Heyrðu, glæsilegt. Heyrðu, viltu að ég taka utan að eplinu? Endilega, og alltaf að nota græn epli í svona. Það er langbæst í bakstur. Já, þau eru svona súrari. Þau koma langbæst út í þessu. Síðan er mjög gott að nota banana sem er orðnir aðeins farið að slá í þá svona. Svona svartar doppur og svona. Þau eru best, bæði eplin og bananan þegar þetta er orðið svona aðeins ekki alveg splungunýtt. Þetta er náttúrulega þannig að Íslandi er þetta sett í skip kannski á þroskað. Þetta er aðeins fyrir að láta sjá þetta er þroskað úti. Já, það verður bara miklu betra bragð ef þetta er orðið aðeins þroskað. Heyrðu, ok, ég fæ að skera epli, banana, fíkjur og döðlur og þú ætlar að gera hvað? Ég ætla að fara að laga botnin og meðan. Og hér er ég bara með eggjahvítur og síðan ætla ég að skella hérna hunanginu saman við og þeyta þetta eins upp. Skellu bara vélina eins í gang. Hvað settir þarna, eggjahvítur? Þetta er bara eggjahvíta og síðan ætla ég bara að skella hérna smá hunangi út í. Láta það bara leka hérna út í með vélina í gangi. Maður svona þeytir alltaf eggjahvítur með svona smá sykri til að ná svona Marens áferð. Já. Án þess að nota hvítan sykur sem er það reyn snild núna. Já, þarna er þetta bara eggjahvítan og hunangið hérna. Það er kannski ekki allir myndu vita að þetta þeyta eggjahvítur með hunangi. Það er bara ekkert mál og þeytist bara mjög vel. Og hvað ætlar þér svo að láta þetta vera svona, komið svona gott loft í þetta? Já, við þeytum þetta bara í smá stund og ekkert of miklu hraða. Og það er alltaf betra að þeyta svona hluti frekar hægt, gefa því smá tíma. Þá fáum við mun betri lyftingu í það. Það er náttúrulega margar útgáfur af svona ávaxtakökum. En er ekki flestar gerðar þannig með þeyttum rjóma og Marens og þetta er svona góð tilbreyting? Jú, þetta er svona aðeins ferskara dæmi. Ákvað að hafa ekkert súkkulaði í þessu eða neitt. Þá er þetta bara plain, fullt af ávöxtum bara. Svo eru döðlurnar, þú tekur innan úr steinunum. Já, það er betra að taka hann úr, betra að borða það og svoleiðis. Já, þetta er svona lífrænt, þú bara reynir að skefra hann aðeins. Já. Hvað, bara í sneiðar eða? Já, bara litla bita. Og það er í rauninni hægt að nota hvaða ávexti sem er í þetta. Þú getur notað í rauninni bara það sem þér dettur í hug, það sem átt í kælinum. Þessi fíkjur, það er nú ekki alltaf að nota. Það er í rauninni mjög skemmtilegar í svona. Það er í rauninni hægt að nota hvaða þurrkuðu ávexti sem er í þetta. Og náttúrulega líka ferska. Nú fyrir botnin okkar að verða tilbúin. Þá slökkum við bara á þessu. Það er komið smá loft í eggjahvítunum sem það er. Já, þið sjáu þetta vel hérna. Ef við tökum hérna þeytarann úr og tekum svona upp. Við viljum bara hafa þetta svona. Ég heyrði eins og gott svona bragð, ef maður kannski monta með því. Á ensku heitir þetta gogglúk. Það heitir, ef maður veist hvernig það er rétt, ef það getur verið eins og goggur. Já, nákvæmlega. Þá er eggjahvítan rétt þeytt. Þetta er alveg hárrétt. Nú er hún alveg ákvarðað þess að við viljum hafa hana bara. Jæja, svo ætlum við að setja speltmjöl í þetta í staðinn fyrir hveitið. Já. Og það á að vera... Það á að vera hollara, það ekki? Það er hollara. Allt ellan í dag. Og skellum því bara öllu hérna í. Og svo lyftið upp. Lyftið upp svona eina tiskið. Og kókos. Skellum honum hérna með því. Og síðan er það sama með þetta og allt annað sem við þeytum. Já, við viljum hafa varlega. Förum eins varlega við getum. Við viljum halda eins mikið á loftinu inn í þessu og hægt er. Þannig að það er ekki alveg sama hvernig þetta er gert. Það verður að gera þetta bara hægt og rólega og bara hugsa að halda sem mestu lofti í þessu. Og þetta á við allt sama sem þú þeytir, alveg sama hvað það er. Þetta verður svona hálfgerður svampur þá undir ávöxtunum og svo lekur safinn af eplunum og finnur í núni. Já. En er ekki svolítið líka maður passa sig með að þeyta eggjahvítur að vera með hreina skálina og ekki vera búinn að missa eitthvað eggjarauðin út í eggjahvítuna? Það má aldrei vera fita í neinu, þannig að þetta verður að vera alveg hreint og síðan náttúrulega alls ekki eggjarauð úti, þá bara þeytist þetta ekki neitt. Það viti.
Jæja, þá tökum við bara formið okkar hérna. Já. Og það er bara sama hérna, bara að fara varlega með þetta. Við viljum bara halda eins miklu lofti og hægt í þessu. Við leggur þetta bara hérna yfir. Og svona, síðan bara notum við hérna. Síðan notum við bara sleifina og ítum þessu bara svona hægt og rólega út í kantana. Og sama hérna, bara rólega. Er þetta svona kaka sem væri í rauninni hægt að bara baka rétt á hvernig gestinni koma? Hún er best svoleiðis, best heit. Það er ný. Jæja, svo ætlum við að taka hérna ávistina sem þú varst að saxa. Eru rosalega vel saxaði. Já, þetta er alveg meistarlega gert. Alveg sem ég hef gert þetta sjálf. Meistarlega gert. Og nú ætlum við bara að taka þetta hérna og... Það er alveg óþarf að sjóða út samt. Nei. Þegar maður er heima hjá þér þá var þetta í lagi. Síðan bara hrúum við þessu hérna á. Bara einhvern veginn, engin regla í þessu. Þetta er bara svona villt fjör. Já, og eins og ég segi, það má bara nota hvað sem er í þetta. Það skiptir ekki öllu máli. Hérna erum við aðeins öðruvísi kókos. Þetta er hérna svona flögur. Já, hér erum við með kókos í flögum. Ekki svona típiskan hennan fín saxaða. Og hann gefur svona svolítið flott lúk á þetta. Já, hann er líka svolítið skemmtilega góður þegar hann er farin að ristast aðeins. Já, hann er mjög bragðgóður, þannig að það er mjög skemmtilegt að nota hann svona aðeins öðruvísi. Bara stráum honum svona yfir. Bara slatta af þessu. Hann passar líka aðeins við þetta, það var náttúrulega smá kókosmjöl í grunninum. Já. Kókosmjöl ofan á. Þetta passar mjög vel saman allt. Svona. En nættur að sóða út, já. Já, Herðu, þá erum við komin bara með kummi og hvað bakar þetta lengi? Þetta eru 170 gráður. Cirka hálftíma, þá á það bara að vera reddi í nokkurn veginn. Ég fæði að henda sér í náminn. Græja það. Þá er þetta komið. Þetta er hérna saumaklúbba væn heilsukaka. Án hvít. Hvít sykur. Já, þetta hljómar bara ansi vel. Mér langar bara að smakka þetta. Ég þakka fyrir komuna og segjum bara klárt. Ekki málið.